Vaglaskógi er verið að reisa 450 fermetra byggingu, mitt á milli tjaldstæðan í Stóra-Rjóðri og Hróastaðaness. Við hittum skógavörðinn í morgunkaffi á byggingastað til að forvitnast nánar hvað stæði eiginlega til. Rúnar, segðu mér aðeins frá þessum framkvæmdum hérna á baku okkur. Hvað stendur eiginlega til? Við erum að reisa hérna áningastaði í skóginum, í Vaglaskógi. Og hann er nú með svona formlegt nafn, Eldaskáli. Og þetta er náttúrulega megintilgangurinn auðvitað að bæta aðstöðuna hérna fyrir fólk. Og þetta á sér auðvitað dálítið sögu. Þetta er verkefni sem er verið að vinna. Það er verið að búið að reisa einn svona skála nú þegar á Laugavatni. Og síðan er þetta komið vel á veg hér í Vaglaskógi og síðan á að halda áfram. Næst á að reisa á Hallonstað. Og það sem er merkilegt við þessa byggingu meðal annars er það að þetta er byggt úr íslensku timbri. Og þetta er auðvitað sprottið upp úr samkeppni sem var gerð hér áningastaði á sínum tíma hjá Skógræktinni og síðan er þetta verkefni styrkt af umhverfisráðuneytinu gegnum það sem kallað er uppbyggingu innviða. Og þetta er nú engin smá smíði, Þetta er rosaleg bygging. Ja, þetta er nú eiginlega stærra heldur en ég átti von á, þegar maður sér þetta svona hérna inn í skóginum, En hérna svo breytist þetta auðvitað þegar kemur þakk á þetta og hérna þá svona kannski er þetta ekki eins stórt eins og það virðist vera núna, Þannig að erum við að tala að næst þegar ég kemur í skóginn þá munum við vera að drekka kaffi hérna innan dyra? Það held ég að sé nánast öruggt mál, við viljum það, en það við getum reiknað með því að það gerist svona ekki núna í haust, heldur haustið 2022, þá verður þetta tilbúið, alveg klárlega. Segðu mér aðeins nánar frá nýtingunni á skálanum. Hvað á að nýtast í? Já, það nú kannski bara að þróast svolítið, en auðvitað er þetta fyrst og fremst opið almenningi og fólk getur þá leitað þarna inn þegar veður eru válynd og svo er bara möguleiki þarna að koma þarna inn og grilla og annað slíkt, En svo gefur þetta möguleika á því að taka á móti hópum, vera með fræðslu og mögulega geta menn verið með einhverja viðburði eitthvað þvíumlíkt, Það er alltaf svolítið undir okkur sjálfum komið hvernig það þróast. Vantaði einhverja svona innanhús aðstöðu hérna í skóginn? Já, ég held að megi segja það. Við höfum ekki verið með neina grillskála eða neitt slíkt. Það sem að fólk getur til dæmis ef það eru rigningar eða eitthvað slíkt það sem fólk getur leitað inn. Fólk sem er að koma hérna kannski ekkert sérstaklega til að tjalda, heldur kannski bara ganga hérna skóginn að geta þá stoppað á einhverjum stað og komist undir þak. Það er alveg á hreinu. Og þessi grillskáli, hann er stutt frá einu aðal tjaldsvæðinu hérna í skóginum? Já, hann er svona eiginlega mitt á milli Stóra-Rjóðs og Hróastaðaness sem er svona stærstu tjaldsvæðin hérna. Og fólk getur þá einhverju liti nýtt þetta sem er á þeim svæðum með það kæri sögum. En þetta er nokkuð stórt tjaldstæði hérna hjá okkur í skóginum. Þetta dreifist á marga staði. Já, það er svona eiginlega einkennið á tjaldsvæðinu hérna, þó þetta sé kannski ekkert óskaplega praktískt að dreifa þessu svona, þá eru svæðin dreifð, þau eru hérna inn í skóginum og fólk getur svona valið kannski úr ýmsum möguleikum eða vill. Og hvað, er alltaf vinsælt að koma og tjalda í Vaglaskógi? Jú, það er alltaf mikið fólk sem kemur hérna yfir sumartíman og við höfum auðvitað verið að reyna að bæta aðstöðuna hérna eins og frekast rundan en það hefur svona tekist kannski þokkalega að mínum mati. Svo eru auðvitað líka hérna bara fólk sem kemur hér kannski ekki eingöngu til að gista, heldur eru hérna göngustígar viðþynnt göngustíganet, þannig að fólk getur notið hér út yfir í skóginn. Nú sitjum við hérna mitt utan dyra með kaffið og það heyrist í ánni og hrossagögnum. Það er einhver svona rómatík alltaf sem svífur hérna
yfir vötnum í Vaglaskógi? Jú. Eða hvað? Fer hún dvínandi með nútímanum eða? Nei, ég held að þetta sé nú bara alveg óbreytt sko, en það þetta óskaplega gaman að vera hérna á ferðinni til dæmis snemma á morgnana sko, þegar er stillt veður og svona tiltölulega hlýtt bjart, þá alveg ótrúlegt að fara hérna í skóginn. Og ekki síst kannski þetta nú skemmtilegt á vorin þegar skógarþrestirnir og hrossagaukarnir birtast bara allt í einu hérna einn daginn og skógurinn hann fyllist af fuglasöng. Það náttúrulega algjörlega magnað.